Oktavía Hrund heiti ég og í framboði til formanns Pírata. Ég ætla að fara hans yfir bæði hlutverkið, eins og ég sé það, formannshlutverkið, mínar helstu áherslur og svo vonandi eitthvað hressandi hjal hér í kjölfarið með góðum spurningum. Ég ætla að byrja á að kynna mig pínu. Ég tók saman tölfræði og í henni komst ég að því að ég hef gegnt 5 embættum innan við Pírata. Bæði hér á landi og erlendis. Ég hef tekið þátt í 4,5 kosningagöngum. Ég hef tekið þátt í að stofna 3 félög innan Pírata, meðal annars Feministafélag Pírata. Ég hef sett upp 2 kosningaskrifstofur og skipulagt 1 aðalfund, það var 2017. Kjarninn að því sem ég og því sem ég stend fyrir kemur að menningu. Það kemur af hvernig við breytum, tökum þátt í og höfum áhrif á menningu. Tækni, hvernig við nýtum hana, á hvaða forsendum við höfum hana og hvað tækni getur á miða við hið mannlega sem auðvitað það sem samfélagi aðalega er. Ég hef mikinn áhuga á og nota mikið af mínum tíma í framtíðina, bæði að pæla í framtíðina og gera þær forsendur í dag til þess að við getum búið til og tækifæri til að skapa ekki bara eina framtíð, heldur margar framtíðir. Fyrir mig fjallar þetta oftast hvernig við gerum hlutina meira en hvert við erum að fara. Ég held innan við hreyfingu Pírata og stjórnmálaflokkinn erum við nokkurn veginn eiginlega alltaf öll sammála hvert við erum að fara. En það hvernig við förum sem skiptir mér máli. Og ég tel líka að það vera lykilinn að því hvernig við breytum samfélaginu í heild sinni. Nú, varðandi hlutverkið, ég var pínu frægt allavega á tímapunkti fyrir að vera gegn því að við myndum vera með formann. Og taldi ég það að vera ekki kannski út af sjálfu hlutverkinu formaður. Ég var formaður Evrópska Pírata og það voru margar hreyfingar, stjórnmálahreyfingar í Evrópu sem voru með formann og við vorum nokkur 5 eða 6 sem voru ekki með. En fyrir mér voru rökin fyrir formannum á Íslandi oftast tengt því að leysa einhver vandamál í fortíðinni og ég tel ekki að þetta embætti geti gert það. En nú ég svo mikill Pírati að nú höfum við talað þetta margoft, við höfum haldið fundi, við höfum kosið þetta og ég virði þá niðurstöðu sem kom hér í sumar, í seinsumarið, sem það að við ætlum að vera með formann og mér fannst líka þeir varnaglar sem liggja í því embætti núna vera mikið betrumbæting á fyrir tillögum. Mér finnst að þetta fyrsta formannsembætti vera mótandi. Ég held að sé mikilvægt að fara varlega í það og að við tryggjum að við sameinumst í kringum þessi nýju embætti, bæði formann, varaformann og þær breytingar sem stjórnin okkar að taka. Þetta á að vera innblástur. Þetta hlutverk mikilvægt því að við þurfum samheilda framtíðarsýn til þess að ná í gegnum þær áskoranir sem við höfum og við gerum það best með því að vera leiðandi innan á við eins mikið og við erum utan á við. Við þurfum heild og heildstæði, við þurfum að kjarna traust og við þurfum að einbeita okkur eins mikið að innra starfi og okkur út af því ef okkur ekki líður vel þá mun það líka hafa áhrif á hvernig við komum fram út á við. Svo styrkinga því eitthvað sem ég sé í þessu hlutverki og ég tel það miklu meira en bara embætti. Nú, varðandi framtíðarsýni þá langar mig kannski aðeins að snerta á 3 hlutum. Það skiptir máli á hvaða grunni við erum að byggja, að við saman og okkar eigin forsendum getum breytt framtíðinni við aðgerðir í dag. Við þurfum að efla traust, ekki bara til hvers annars, heldur á stjórnmál, á Pírata. Við þurfum að axla ábyrgð og ýta undir ábyrgð í öllum þeim kerfum sem við komum að. Bæði þau kerfi sem sköpuð eru á forsendum vinstri pólitíks, þau kerfi sem sköpuð eru og þarf að uppfæra sem eru sett á hægri pólitík og við þurfum að gera það á hátt sem ekki gleymir fólkinu sem tekur þátt. Það það allra mikilvægast að það á að vera gaman, gefandi og pínu glens að taka þátt í stjórnmálum. Við mótum fyrirmynd þegar við mótum þetta embætti og ég vil að þetta embætti veri fyrirmynd til framtíðar á sameiningu og að við þurfum ekki lengur einungis að skilgreina okkur í andstæðu við eitthvað, heldur skilgreinum okkur á eigin forsendum
og gerum það á skemmtilegan og góðan hátt.